Skattbyrði á fjármagnstekjur á hinum Norðurlöndunum í dag á bilinu 30 til 42% á móti þessum 22% sem eru hér. Skattbyrði fjármagnstekna á Íslandi þó hún hafi hækkað úr 10 og upp í 22, þá hún samt enn ein sú lægsta meðal aðildarríkja OECD. Hæsta álagning í tekjuskatti á háar tekjur, mjög háar tekjur, álagningarhlutfalli 46,7, en ef við draugum lífeyrisiðgjöldin frá þá það effektíft 44%. Meðal álagning í hæsta tekjuskattsþrepi á hinum Norðurlöndunum 55%. Og hæsta álagningarþrepið, hvar það kemur inn í tekjustiganum, það kemur inn á lægri tekjur á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum, það að segja, þegar þú komin upp í 120% eða það að segja 20% yfir meðaltekjur, þá lendur í hátekjuskattsþrepinu á Íslandi. Þú þarft að fara í 30 til 90% yfir meðaltekjur á hinum Norðurlöndunum til þess að lenda í hæsta álagningarþrepinu. Samantekið þetta þannig að skattlagning lágra tekna hærri á Íslandi í dag heldur hún á hinum Norðurlöndunum, en skattbyrði hárra tekna, hæstu tekna, hún lægri hér. Og þetta afleiðing af þessari stóru skattatilfærslu sem hefur gengið yfir og vinnur gegn árangri kjarasamninga. Og þessu þarf að vinda ofan af.